Jæja, Mattea, sigur í kvöld. Ertu ánægður með spilamennsku þinna manna? Já, eða svona ánægður með fullt sóknarlega, sérstaklega eins og gefur að skilja þegar þú kíkir á úrslitin. Já, var uppleggið að hlaupa yfir það strax á byrjun eða var það bara eitthvað sem gerðist? Þetta var það uppleggið, þeir eru þunnir og Flóriðan er ekki með þeim sem að gera þá kannski ennþá svona fámennari kannski og við erum alveg vel djúpir, þannig að við ætluðum að hlaupa það og við ætluðum að spila með miklum krafti 40 mínútur. Já. Fórum stundum svolítið fram úr okkur og menn ætluðu alltaf að stela honum og alltaf að skora hratt og þess vegna fengum við töluvert af stigum í andlitið á Open Floor. Já, núna skoruðu 132 stig, stigamætið er 140 stig í fyrstdeildinni. Varstu meðvitaður um það? Nei, alls ekki. Ég var ekki meðvitaður um það. 2 vikur í að gluggalóki. Er þetta hópurinn sem ætlar að klára tímabilið með eða ætlar að bæta leikmanni? Ég veit ekki, ekki allir að sæna bara einhverja ofurmenn út allt eða? Jú, þess vegna spyr ég. Ætlar þú að elta eða? Þurfum við ekki bara að hafa augun og eyrun opin og bæta við einum tveimur bollspönnum og gera okkur betri eða? Núna ert þú frá Hraunamenn-hreppi og spilaði með þeim upp í yngri flokkina. Var þetta tilfinningaþrungin stund að mæta þínum gamla liði? Nei, þetta eru svo ungu strákar, ég þekki nú bara ekki neittuna sko. Ég þekki Átna náttúrulega og svo strákarnir sem voru í U16 á landslýshóp þegar ég þjálfaði það. Og svo þekki ég bara engan annað. Flóriðan mætti ekki, það er svona kannski var minn mesti Hraunamaður. Og hinn eru bara svo ungir að þeir voru bara varla fæddir þegar ég bjóð þarna sko. Nei. Þannig að ekki mjög tilfinningaþrungin stund, en gaman að spila á móti Átna. Já.